Þetta hefur væntanlega valdið, þú veist, mikilli andlegri vanlíðan að vera greind með þetta og þurfa að Mhm. takast á við þetta. Mhm. Hvað fannst þér hjálpa þér svona með það? Af því þú virkar ekki eins og þú sért óhamingjusöm, þú virkar mjög svona, þú veist, bara sátt og glöð, þú veist, og svona glóir svolítið. Já, ég það. Ég er mjög sátt og glöð og Já. hamingjusöm. Ég líka bara, þú veist, ég held að það sem hefði bjargað mér og ég bara svo heppin að þegar ég greinist þá ég búin að stunda jóga og hugleiðslu, þú veist, í 15 ár. Ég tók jákvæða sálfræði, ég búin að vera bara, og ég tala alltaf það, ég bara búin að vera að leggja inn á mig, leggja inn á andlega banka minn í, þú veist, 15-20 ár. Þannig að þegar ég greinist þá var ég með kistu fulla af alls konar bjargráðum og verkfærum, þú veist, þó að, þú veist, ég var kannski ekki alveg, þú veist, ég kíkti ofan í hana og lokaði hana svona alveg til að byrja með, þú veist, það var auðvelt að vera með fullt af verkfærum en svo bara þegar þú þarft virkilega að nota þau, þú veist, það miklu meira en að segja það, grípa í þau, sko. En ég bý að því, þú veist, að hafa það og líka bara eiga fallegan og heilbrigðan maka. Það bara, já, það bara meira en að segja það, sko. Og bara sterka og flotta fjölskyldu sem stegu upp og allir vinur okkar og kunningjar og svo grætti ég helmikið á þessu líka, þú veist, ég var búin að vera trúlega manninu mín í mörg ár og hann bara í einu göngutúrnum bara, ok, viltu giftast mér, getur við gift bara núna, þú veist, þannig að við fórum bara og giftum okkur og vorum á sóleimum og fórum til Ítalíu og bara að fagna lífinu, þú veist. Bara, já, af því að það líka bara, og þetta bara svona vísindilega rannsakað, að það miklu auðveldra og heilin á okkur bara, hann víraður þannig að svona screensaverinn okkar eða svona default hugsunin okkar neikvæð, glasi hálftómt. Það 3 sinnum erfiðara að velja jákvæða hugsun eða 3 sinnum erfiðara að fara inn í þakklæti. Það bara svo auðvelt að detta í bara af hverju ég shit, ég bara eftir göngutúrum fékk ég hérna verk í bakið, ætla þetta sé komið aftur. Þetta bara, þú þarft ekkert að hafa fyrir þessu. Það bara, hann fer alltaf beint í þetta. Þannig að ég hugsaði bara með mér, heyrðu, ok, nú ætla ég bara að spynna í og ég ætla bara alltaf að velja þetta. Veist, og þetta bara eins og að fara í ræktina. Mér finnst ég bara endalaust vera að hnoða þennan vöða og byggja þennan veg, bara stein fyrir stein, svo verður alltaf auðveldar að velja þessa leið. Þessi hugsun alltaf til staðar. En það verður alltaf auðveldar að velja þetta jákvæða og gleðina og ástina og það má vera gaman, það má vera sæt og sexy, skilur, það má segja nei við einhverjum verkefnum eða einhverjum hittingum og ég þarf ekki að útskýra það eða, þú veist. Það verður svona no bullshit, svona eins og margar konur tala þegar að fara á breytingarskeið, það verður pínu svona fuck it, bara, þú veist, eitthvað. En þetta líka bara svona eitthvað level sem gerist þegar þú fær svona fréttir, sko. Hjá mér, ég bara og hef alveg sagt, þú veist, ég hef bara ekki tíma fyrir þetta, bara bókstaflega, skilur, ég bara nenni ekki að lesa þessa grein eða hlusta á eitthvað skilur, ég bara, maður langar að gera eitthvað annað.